Þá er það innskotsreglan og hérna erum við með vegurinn AB. Vegurinn AB er frá punktinum A yfir í punktin B og við getum alveg skrifað þetta sem vegurinn AC pluss vegurinn CB. Þannig að við skjótum inn punktinum C og það heitir innskotsregla. Þannig að í staðin fyrir að skrifa AB þá getum við skrifað AC pluss CB og öfugt, í staðin fyrir AC pluss CB getum við skrifað AB. Ef við tökum hérna dæmi, það getum tveir punktar A og P og þá á að einfalda og rita AB pluss BC minus PC. Nú, samkvæmt innskotsreglu þá getum við skrifað að AB pluss BC er sama á AC og ef við snúum við að segja minus PC það er sama á vegurinn frá C til P af því þeir eru í sikkur áttina og þannig getum við skrifað fyrir AB pluss BC kemur AC og í staðin fyrir minus PC kemur CP og ef við notum innskotsregluna aftur AC pluss CP þá erum við með vegurinn AP og það er bara endapunktur mínus upphafspunktur og endapunktur mínus upphafspunktur 3 minus 1 og 4 minus 5 og þá erum við með 2 og minus 1. Þá er þetta dæmi búið.